Já, komið sæl og verið velkomin í þannig þátt af Lykkjufallinu. Heyrðu, í dag þá fekk ég hana Ástísi sem með HexX Dyeworks. HexX. Já. Já, er það að því heimasíðan HexX Dyeworks? Já. En þetta heitir bara HexX? Við kallum þetta yfirleitt HexX en þetta er sérst HexX Dyeworks. Dyeworks er í raun og veru bara orð sem að lýsir. Já, hvað? Já, bara Þetta er eins og handritað. litun, já. Bara hjartanlega velkomin, Ásdís. Já, takk fyrir. Bara takk fyrir að koma allavega frá Stokkseyri. Já, það er nú ekki rosalega langt. Nei, það er það ekki. En þetta er alltaf smá bíltúr. Já, en við höfum samt heyrta margóft að það sé sko styttra fyrir okkur að fara í bæinn en fólk úr bænum að koma til okkar. Já, er það ekki? Það er mjög algengt. Já, nei, þetta er samt alltaf styttra heldur maður heldur þegar maður leggur á stað. Já, kannski sko. En ég man eftir að, ég held að það hafi verið fyrsta skipti sem að pabbi var að koma í heimsókn, mamma og pabbi, sérst, þá fór pabbi og setti sko að tekka hvort það var ekki með keðjur á bílnum og eitthvað. Ok. Já, ég fór nú ekki það langt sko. Nei, þú varst ekki ólst ekki upp þar? Nei, hvorugt okkar. Við erum bæði á Reykjavík og fluttum í Kópavog þegar við áttum stelpun okkar 2007. Lentum svo í alveg ofboðslega leiðilegu svona, fórum sérst í eina af þessum 9 blokkum og þar kom upp mygla og það var þurfti að fara í eitthvað mál, húsfélagi fór í mál og þá kom í ljós að sá sem byggði blokkina, hann hafði sérst farið á hausinn og þetta var alveg þvílíkt vesen, þannig að maður minn kom bara einn daginn til mín og sagði bara, heyrðu Ásdís, nú vil ég bara flytja og ég ætla bara að búa í húsi og ég vil geta labbað hringinn í kringum húsið mitt. Já. Ég ætla bara ekki að hafa neina nágranna. Þannig við tókum bara svona radíus, svona klukkutíma radíus út frá Reykjavík og enduðum á Stokkseyri. Hvort okkar hefði komið inn á Stokkseyri áður en við fórum að skoða hús þar. Vá, það er stór skref. Það var, já, mjög stór skref sko. Fyrst þá stakti maður einhvern veginn engan, en svo fórum við í Þorrablótsnefnd. Ok. Og þá einhvern veginn bara svona, kynntist við rosalega mörgum. Já, og hvað það er sniðugt, einmitt, að koma sér aðeins inn í svona litlu samfélagi. Já, það er rosa skref og það er rosa mikilvægt þegar maður fyrir svona lítið samfélag held ég. Það er að kynnast og ekki loka sig á að býða eftir að annað fólk komi og nálgist þig. Þú þarf svolítið að kynnast fólkinu. Þannig að ég held að það skipti máli. Já. Alveg klárlega, sko, þetta getur verið mjög erfitt, þannig að bara, vel gert. En fyrir ykkur sem hefur kannski aldrei heyrt HexX, hvað þetta er í rauninni, þú ert að reka þetta fyrirtæki, eða ekki? Jú, ég og maður minn, þetta er eiginlega, við tölum ofta þetta sé svona fjölskyldu fyrirtæki. Já. Ég sé sérst að lita að mestu, þetta hefðbundna gatn, en maður minn sér að lita vegangatnið hjá okkur. Okay. Sem er svona bambushör, þá ertu komin í aðra litinu aðferð. Þannig hann sér bara alfarið það. Hann sér að þú allgatn hjá okkur. Hann er alveg miklu betri en ég. Og síðan erum við svolítið saman fjölskyldan bara í að við erum að snúa upp og við erum að merkja, við erum að flokka og við erum að pakka og fylla á og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona fjölskyldu, já, ég myndi segja þetta var fjölskyldu fyrirtæki. Já, hvað það er ótrúlega svona kósí stund einhvern veginn, öll að pakka og merkja og börninni mitt fá að vera með. Já, mitt fyrsti sendillin okkar var elsti strákurinn og hann tók því hlutverki mjög alvarlega. Já. Þá vorum við að selja í Gatbo Eddu þegar hún var í Strandgötunni. Já. Og hann bjóð þar með mömmu sinni rétt hjá. Já. Og hann bara, ég skal bara sjá þetta og bara... gerst sendill þarna 9-17. Vá, geggja. Og finnst þeim þá ekki gaman að sjá þetta í ykkur verslunum, bara ég merkti þetta? Jú, þeim finnst það rosa sérstakt, sko, sérstaklega sko, stelpa núna, hún er að verða 19 og hún er í menntaskóla og það kemur fyrir að fólk er bara er mamma þín ekki þarna? Já. Þessi þarna með gatnið og hún bara, jú, örugglega. Já. Ertu að meina hexuð? Já. Já, það kemur fyrir. Já, það er gaman. Alltaf gaman að mig þegar fólk þekkir þetta. Því að ég til dæmis var bara að kynnast þessu mjög nýlega. Já. Ég var búin að heyra af HexX og vissi að
þetta væri handleita garn, en það var kannski ekki fyrir en ég núna á Garnival sem ég svona, þú veist, ég kom við og þetta var nefnilega, ég var búin að labba sko 3 hringi og það var síðasti hringurinn og klukkan var svona kortir í 5. Já. Þá alveg, já, einn eftir hér fyrir að skoða og það er mitt rakst hjá hérna þetta mohair fluff Já, sem ég er mitt að prjóna núna. ég kom móherið, það er eitthvað annað sko. Þetta er ógeðslega juicy garn. Ég Já. bara, vá hvað ég er spennt að prjóna þetta. Ég hlakka svo til að klára peysuna. Frábært. Þá var ég að skoða og almennilega svona bara, vá hvað þetta er ótrúlega flott af því ég hef náttúrulega bara verið í lopanum. Já. Þannig að það er svo ótrúlega mikið af það er svo mikið úrval og mér langar líka ótrúlega að vita hvernig bara byrjaðu og hvernig tökum einu spurningar í mismargar Okay. hvernig byrjaðu að handlita? Já, ég sem sagt er í raun og veru bara rosalegu nörd Já, og ef ég fæ áhuga á okkur þá bara sekk ég onni það áhugamál og ég prjónaði alltaf mikið úr lopa og fekk síðan ánæmi fyrir íslenska lopanum. Fekk bara svona rosa útbrot í kringum augun, átti orðið erfitt með að opna augun, fekk svona í kringum nef og munn og svona aðeins svona öndunar eitthvað vesen. Þannig að ég fór að skoða bara annað Já. og prófa alls konar, fór í prjónabúðirnar og var svona að prófa mig áfram og eignast síðan mína fyrstu handlituðu hespu, það var frá Vatnsnes, Kristínu Vatnsnesi og ég prjónaði með sokka og þetta var bara eitthvað annað fannst mér Já. og ég bara heillaðist af þessu og ég skráði mig fyrst á námskeið hjá henni Sveinubjörg sem á Garn í gangi Já. með henni Írisi í dag og það námskeið var reyndar fellt niður en hún sendi mér leiðbeiningar og ég fekk liti og garn hjá henni og síðan fór ég bara á netið og ég pantaði mér allar bækur sem ég fann handlitun og svo horfði ég á alls konar podcast og já, ég raun og bara allt sem ég komst yfir þetta og fór bara að prófa mig áfram, byrjaði bara í eldhúsinu heima bara með 1 pott og eitthvað og síðan flutti ég fljótlega út í bílskúr og ég hef eiginlega verið þar bara síðan. Já, en hvað er líka gaman, mér finnst svo gaman þegar maður fær svona innblástur úr eins og þarna keyptir frá Kristínu, að það gæti gefið þér svona, ég get líka gert þetta, eða þú veist, hvernig myndi það lítið út? Já, akkurat, stundir langar manni bara að prófa og detta í eitthvað og skoða, það er rosa gaman, það er líka mjög margir sem að koma til mín til dæmis og hafa keypt garn og svo koma þær að segja mér að þeir hafi farið og keypt sér liti og voru að prófa að lita. Já. En þetta er svo sem reynir alveg á að lita þannig að það eru nú kannski fæstir sem halda áfram nema bara svona sem áhugamál. Já, maður þarf alveg að hafa virkilegan áhuga því ég get bara ímynda mér. Já, þetta er svolítið svona líkaleg vinna en bara mjög skemmtilegt og er alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt. Já, ég trúi því. En mér finnst líka áhugavert, hvernig fyrstu manniðin í þetta líka? Sko, maður minn er bara mest í peppari sem ég hef nokkuð tíma kennst og hann hefur verið bara mín klappstýra síðan við kynntumst fyrir 20 árum síðan. Já. Og hann í raun og veru búin að vera bara, já, við fórum til dæmis bæði í skóla hérna í hruninu sem var mjög góð ákvörðun, alveg mæli með því sko. Ég fór í ljósmyndaskóla, hann fór í kvikmyndaskólan og það er alveg svona það virkilega tók á, það var óbóðslega svona myndi segja að vera svona pínu andlega erfitt að vera í svona krefjandi námi og við vorum með lítið börn og það var efnahagshrun og maður heyrði bara endalaust neikvæðar fréttir og þá er hann bara mest í pepparinn og bara, frábært, halda áfram, gerum þetta og ég fekk hugmyndum eitthvað ljósmyndaverkefni og hann bara, við látum þetta gerast og skapaði alveg ofboðslega mikil og góð tækifæri fyrir mig til að gera alls konar og í raun og veru bara nákvæmlega sama með þetta að leið og mér dettur þetta í raun og veru í hug
að þá byrjar hann strax að hugsa hvernig hann getur aðstóð og hjálpað og hann alltaf til í umræðina, alltaf til í að prófa og gera og það eina sem hann ekki til í það að sittast niður og læra að prjóna. Ok. Ég var að fara að segja hljómar svo drauma maður. Já, nákvæmlega. Það það náttúrulega ekki, sko. en sko, hann til dæmis svona maðurinn sem að fór mikið í vinnuferðir. Hann var náttúrulega að vinna fyrir nokkrum árum í kvikmyndabransanum. Já. Og var mikið að fara erlendis á svona tækjasýningar og fleira. Og þá fór hann gróf alltaf upp prjónabúð fyrir mig og fór. Og hann meiri þess að hafði fyrir því, sko, þegar hann fór ekkert til Amsterdam að fara í búðinni hjá Stephen West og hann var ekki við. Og hann bara, já, geti ég keypt bók, skilja hann eftir og geti þið aðtökast, hann geti áritað hana og kom svo aftur til að sækja hana, þú veist, bara leiðinu flugvillin. Í alvörunni? Já. Vá, hvað það sætt. Já, hann algjör krút. Vá, ég alveg fór gæsað. Ok, vá, hvað ómetanlegt einmitt að vera með svona maka messir einmitt í þessum rekstri. Já, það það, sko. Það er mjög erfitt held ég að vera einn að sko, ef maður hefur ekki stuðningin af einhverjum öðrum. Já, einmitt, maður hefur heyrt, sumir elska að vera að vinna einir og geta stjórna öllu einir, að meðan mér myndi fyrir svo gott að fá álitið og geta rætt við eitthvað, kasta hugmyndum á milli og svona. Já. Og líka þetta getur verið erfiður rekstur. Já. Maður þarf alveg, þetta mikil vinna. Já. Þetta kannski ekki svona þessi hefðbundna cozy, chill, eða svona vinna sem kannski margir sæju fyrir sér. Já. En þá náttúrulega kemur aftur að hvað maður minn er í raun og veru stórkostlegur því að hann sér allan leiðilega hlutana á rekstrinum. Okay. Það hann sem á samskipti við bókaran og sér þú veist, heldur utan kvittanirnar og þú veist, allt sem við kemur þessu sem mér finnst rosalega leiðilegt. Já. Og hann bara, það eru vaskskil framöndan og ég bara, já, allt í lagi. Þú bara, sérðu þetta, ég hérna bara eitthvað, þú veist, brainstorma fyrir jóladagatalið eða eitthvað, ég bara mjög upptíkin, ég get ekki hjálpað í þessu. Já. Það sér hann bara þetta, sko. Ok, vá. Þannig að... Þá meitt, nærð þú að nota sköpunargleðina, þú veist, og nota hana í stæðan fyrir að vera að eyða orku í, meitt eitthvað svona þessi leiðilegri verk. Já. Hann alveg til í að taka það að sér þannig að okkur fannst það bara ágætislending. Já, ok. Vá, það bara algjör draumur. Og draumast að geta verið í að því, einmitt, í allt svona sköpunar, þú veist, þá sköpunin sem mann langar alltaf mest að gera. Já. En það samt svo margt annað að bakveiða. Alveg, það ofboðslega lýjandi oft ef maður þarf að vera í þessari bakvinnsli sem enginn sér, þú veist. Já. Þetta náttúrulega rekstur og veist, halda úti heimasíðu og maður að panta gatn erlendis frá og það flutningur inn og þú veist, og það alltaf komið fyrir eitthvað, þú veist, gatni, ég veit ekki hversu oft gatni okkar hefur verið sendt á vitlausa staði til dæmis. Já. Núna bara í byrjun ársins þá fannst það eitthvað staðar, held ég, í Þýskalandi. Já, ekki einu sinni hérna. Nei, ekki innanland, sko. Nei, okay. Það var bara... Ég fekk bara skilabóð frá einhverju konu bara, heyrðu, hérna getur verið að ég sé með gatnið þitt og ég bara... Það var eitthvað annar gatnverslun eða eitthvað annar gatlítari. Já. Hún bara, já, ég sé að mert nafninu þínu og þú veist, og hafði hún fyrir að googla, finna tenginguna frá nafninu mínu yfir í Hexax. Vá. Og þannig já. En var heppin og hún hafi haft fyrir því? Algjörlega, en þú veist... Þetta einmitt svona hluti sem hann eitthvað bara, já, heyrðu, ég skal bara taka þetta. Já. Og ég bara gerum mitt. Vá, ok. Það einmitt. Bara geggja teimi. Vera með svona gott balans. Algjörlega. En hvernig fórstu, þess að þú einmitt varst bara að byrja og svona fiktaði áfram. Hvernig einmitt fórstu að velja gatn? Varstu búin að, nú varst að segja að þú varst mikið í lopanum. Já. Hvernig einmitt, af því nú ég einmitt að taka fyrstu skrefin í að pröfa eitthvað annan lopa og mér finnst þetta svona yfirþyrmandi, þú veist, hvað á maður að byrja, hvað á maður að pröfa? Já, nákvæmlega. Eftir ég svona hætti lopan þá fór ég í þessar helstu prjónabúðir, þú veist, ég fór í Storkinn og fór í litlu prjónabúðina og ég keypti alls konar gatn og prófaði mig bara áfram, bara hvað ég var að fíla. Og þegar mér datt ég að fara að handlita gatn, þá yfirleitt flesti sem byrja á að handlita bara venjulegt merino gatn. Já. Ímist þá 100% merino eða nælon blandað
og ég í raun og veru keypti frá fyrirtæki sem að ég man nú ekkert hvað heitir, en það var eina fyrirtæki sem að maður gætt fengið sem sagt að minnsta pöntinu væri 5 kíló. Já. Venjulega þá eru lágmarspöntun hjá þessum fyrirtækjum sem að selja ólitagagn er kannski bara alveg 50 kíló eða þú veist, Já. bara að helling. Þannig ég pantaði frá þessu fyrirtæki og ég pantaði held ég 5 kíló og svo aftur 5 kíló og svo bara svona jógst þetta og þá fór maður að prófa nýtt. Já. Byrjum sérst á merino nælon bæði svona tvinnað gagn með svona, þá er það hærri snúningur og eins og það sé aðeins grófara svona kannski að koma við og svo þetta hefðbundna 4-ply sokkagagn. Og svo tókum við en mohair, bara þegar mér langaði að prófa það. Já. Og síðan hefur það gengið svolítið bara svona ég sé eitthvað nýtt og mér langar að prófa. Já. Og þá kaupi ég það inn og segi mannum mínum frá því eftir á. Já. Ok. Þannig að við erum, í dag þá erum við með örugglega, ég veit það ekki, 10, 12, 14 tegundir eitthvað slags. Já. Að mismunandi merino í mismunandi grófleikum og við erum með mohair í nokkrum grófleikum og alpaka í alls konar blöndum. Já. Og svo erum við bara að prófa okkur áfram með alltaf eitthvað nýtt. Það er alltaf að koma eitthvað sem má vera að prófa. Já, er það ekki? Ég alltaf eitthvað nýtt spennandi. Og ert að fara, ég sá á Instagram, varst það ekki þú sem að ætlar að fara á okkur að prjóna sýningu og svo var eitthvað með flugi eða því ákvað að fara hvert annað, varst það? Nei, við sem sagt fórum við fórum til Kölnar í Þýskalandi á H&H held ég, H&H. Það er svona vendorsýning, það eru þeir sem eru að selja gagn og selja, hvað ég að segja, þetta eru heildsalar að selja smásölum. Já. Og þeim sem vinna úr efniviðinum. Þannig að við fórum út og vorum í raun og veru bara að skoða aðra heildsala á gagni sem voru með aðra tegundir en okkar heildsali er með frá öðrum svæðum í heiminum, jafnvel aðra blöndur og slíkt. En við áttum sérst flug út á föstudegi, svo fengum við bara á miðvikudagskvöldi að flugið okkar er líklegast fellt niður eða færi ekki á stað af því að það átti að koma rosalega óveður á þessum föstudegi. Já. Og þeir báðu okkur hvort við getum fært okkur yfir á fimmtudag og flogið út á fimmtudegi. Þannig að við þurftum að redda öllu. Við erum alltaf með börn í leikskóla. Já. Og svona láni óláni þá var úlingurinn okkar gat hún gripið inn í og hún sá krakkana meðan við flugum út þarna degi fyrr og þá fengum við svona smá fóreldrafrí bara. Já. Ok. Ég komst að því að Köln er bara frekar fallegur staður sko. Já. Það er ekki mikið að skoða kannski en borg sem fór rosalega illa í seinni heimsstyrjöldinni en bara var yndislegu dagur. Við vorum að skoða, það eru nokkur hús. Þetta er frekar líklega ómerkilegt þegar maður kemur að skoða svona glæstari borgir en við fórum sérst brú þar sem að flestir hengi eitthvað að lása á og eitthvað og þaðan getur við farið í átt að minnir að héti eitthvað eins og fiskmarkt eitthvað svona fiskimarkaðurinn, það er eitthvað gamalt. Það eru 3 hús svona í mismunandi litum og það er eiginlega alltaf sumt sem getur skoðað sem er eitthvað svona sögulegt. Ok. En bara mjög krútleg borg samt. Já, og er ekki gott að fá smá svona frí til að hlaða batterín fyrir sýninguna? Jú, bara stórkastlegt sko. En svo fórum við þarna á blessaða sýninguna og mjög skemmtilegt. Við fórum að skoða gagn en það voru alls konar seljendur að reyna að tróða alls konar á mann á
af pröfum og dóti og ég til dæmis kom heim með alveg fullt af dóti frá Bobbini, Já, þú veist, sem er mest nota fyrir svona makrami, já, en þú veist, við erum náttúrulega ekkert í því, sko. nei, mitt. En Fríar pröfur. já, það var gaman og hérna á svona litakort og svona frá þeim. En jú, þetta var mjög skemmtilegt og hérna fekk að skoða, þú veist, eins og nýjungar frá Tiago, nýjungar frá Lykke prjónunum, tréprjónunum Já, og alls konar alls konar nýjir gattgrunnar sem við sáum já, með alls konar, þú veist, það er glimmer og það er svo kallað svona Donegal nepp sem eru svona eins og svona ef þú hefur séð svona eins og tvítgatt, já, það komið í neonliti og jafnvel neon með glimmeri, það eru paljettur og það eru nýjir meira verið að færa sig kannski yfir í svona hör, já, það- meira ná hör og svoleiðis. ok. Og funduðu eitthvað þarna sem þið ætlaði að taka inn? Já, við tókum inn eitthvað smá sem við verðum með núna á prjónagleðinni og eftir það þá hugsa ég fara að skoða meira hvað kemur inn í haust Já, og jafnvel fyrir jóladagatali okkar. Við venjulega höfum eitthvað svona nýtt og spennandi þar, þannig að ég hugsa að það kannski verði frekar þar heldur en akkurat núna. já. Hvernig, þið eru búin að vera með jóladagatalið í ykkur ára, það ekki? Jú, ég held að fyrsta hafi verið 2019 Já. og við slepptum held ég 2022. Það var svolítið mikið, þarna 2021 þá eigum við börn eftir 25 vegna meðgöngu, vorum inn á vökudeild í 3 mánuði og vorum líka að gera jóladagatalið og þurftum náttúrulega að flytja og byggum á sjúkrahótelinu á þessum tíma. Dóttir okkar fór frá því að vera í grunnskólanum á Eyrarbakk og Stokkseyri yfir í að fara í Austurbæjarskóla. Ok. Og við máttum náttúrulega ekki hitta elsta strákinn, nema bara eitthvað mjög takmarkað utan, af því þetta var náttúrulega í blússandi COVID. Já. Og ég veit ekki hversu oft stelpan okkar var sett í einangrun af því að það kom upp eitthvað COVID-smitt í Austurbæjarskóla. Já. Þannig við máttum ekki hitta hana þó hún væri náttúrulega bara á sjúkrahótelinu, bara í einangrun. Vá. Og þá svona eiginlega brunnum við pínu út og vorum svona alveg eigum að halda þessu áfram, eigum við að gera fleiri daga til. Já. Tókum okkur áspásu og heldum svo bara áfram. Ok. Vá, ég trúi því að þetta hafi verið virkilega erfitt. Já. En allt farið vel á andanum? Já. Ok, frábært. Það fengu allir dagatölinu sín og við fengum að fara heim 21. desember, þannig að við heldum bara jólin heim og þetta var bara dásanlegt. Ok. En var vel gert að halda samt. En líka bara að ákveða að taka bara frí í ár, svo maður brenni ekki út. Já. Af því sem maður hefur áhuga á. Algjörlega, Það þarf stundum bara að gera það. Já, í staðan fyrir að því ofta ætla maður einhvern veginn að þrjóskast áfram. Já, það er eiginlega betra bara að sleppa því heldur en að gera þetta með hangandi hendi, held ég. Já, og ekki kannski ná að gera þetta eins vel og maður vil. Já. Ok. En svona jóladagatal, er þetta ekki bara svona vinna sem byrjar bara árið áður eiginlega? Jú, maður er eiginlega bara að hugsa þetta í svona cirka, ár. Ég hef stundum byrjað rúma ári áður, plana hvað ég ætla að hafa hér og svo kannski, höfum þetta næsta ár og svo næsta ár. Ég hef reynt að hafa þetta ekki bara að þú fáir bara mínihespur. Það eru rosa margir sem að nenna því ekki, allavega þeir sem tala við mig vilja fá eitthvað meiri fjölbreytni. Þannig að við höfum reynt að hafa eitthvað svona skemmtilegt, eitthvað svona sem kemur óvart, þannig að við erum búin að vera með til dæmis allskils auka hluti. Já. Núna seinast þá til dæmis náði ég loksins að setja hluti sem við varum búin að dreyma mörg ára að hafa, það var halasnælda. Hvað er það? Já, það er til þess að spinna ull. Þú ert bara með
óspunna ull og hérna, ertu búin að finna það? Já, Það lítur út, já. ok. Og þá setur þess að þarft að snúa það svona aðeins á ákveðin hátt og setja upp á krókin og síðan lætur þau í halasnældinurinn og svona snúast og þá kemur snúningur á gatnið Já, og þú hérna, já. spinnir þitt eigi garn. Já, Var það óspunni eitthvað í pakkanum líka? já, það kom líka. Ok. Já, já, hvað hafa það hérna, eftir mikla vangaveltur þá höfðum við það bara meir en ull líka. Mér Já. langaði rosalega að hafa íslenska ull en hérna ég hugsa, lítill gaukur hvíslaði að mér að það væri kannski auðvitað að byrja á hinu. Ég veit ekki hvort það sé satt. Nei. En hérna við höfum það á endanum. Gætir þú, maðurinn hefði þá væntanlega tekið að sér að lita það? Við höfum það sem sagt ólitað, Já. óspunnu ullina. Mm Að því ég hugsaði sko venjulega þegar fólk byrjar að spinna þá hérna er það pínu svona ójæmt og þú veist náttúrulega bara að prófa þig áfram Já. og það er svo þægilt að sjá þetta á bara svona hvítu og einföldu og ef þú ætlar svo, ef þetta tekst hjá þér og heppnast almennlega Mm að þá kannski er ágætt að leyfa því bara að njóta sín ólitið. Já, Þannig að það var, viljandi gert að hafa það ólitað. ok. En vissulega meirinn og öllina hefði ég bara litað sjálf. Já. Hann alltaf sér bara svona gatniður sem eru úr plöntutrefjum. Já. Af hverju? Er það eitthvað erfera? Það er önnur litunaðferð. Í þessari hefðbundnu litun sem að ég sé sem er sem sagt þá á hefðbundni ull sem að kemur af dýrum að þá notum við dufliti og við notum einhvers konar sýru til þess að svona tryggara litina þannig að þeir bindist við raun og veru ullina við gatnið og þessi sýra er bara svona sýra sem þú finnur í eldhúsinu heima hjá þér. Þetta er sítrónusýra eða ediksýra, þetta er svona mjög bara þetta er bara venjulegt og hefur alls mild sýra í raun og veru, þetta er ekkert stórkostlegt, þú veist það er margir sem sjá fyrir sér að maður sé bara í einhverjum eiturefna galla og þetta sé bara, þú veist, þú setur hendin onni og bara hverfur hann á þér, það er ekki þannig, þetta er bara mjög mild, þú veist, sumt að þessu erst að nota í matiðin, sko. Já, ok. Þannig að afsest sýrunni, ekki litunum. Nei. Það er ekki gott að umbyrða þá. Nei. En í þessari veganlitun, eða þú veist, það sem eru plöntutrefjar, en ekki þá garnið kemur ekki að dýrum, að þá er ekki hægt að nota þessa sömu liti. Garnið er ekki hitað eins og þegar við erum að lita venjulega ull og það tekur miklu lengri tíma. Ok. Það þarf í raun og veru önnur efni Já. og garnið þarf að liggja í öðrum efnum til þess að opni sig og geti tekið við litnum og svo þarf að hreyfa það í þessu baði á ákveðin hátt og það þarf að lita það ákveðin hátt og svona og bara til þess að vera ekki að rugla þessu öllu saman, þá sér hann bara þessa liti, þessi efni, þetta gat og þessa aðferð. Ég sé bara hitt. Þannig að við höfum þetta bara alveg aðskilið. Ok, ég skil. Já, það er ekki því það er eitthvað þyngra garn eða... Nei, það er bara Þannig að þetta var önnur aðferð. Já, ég skil. En mér finnst það samt flott hjá okkur að vera með bæði, veist, ef ykkur, það er örugglega ykkur sem vill ekki kaupa dýraull eða að vera það með, geta keypt handlita þannig gall líka. Já, við fengum mjög marga fyrirspurnir áður en við tókum inn fyrsta svona vegangatnið okkar hvort við gætum boðið upp á eitthvað annað af því það væri svo margir sem vildi ekki ganga í dýraafurðum. Já. Og fólk sagðist ekki vilja nota akríl og við náttúrulega fórum bara að skoða og þá fór ég að nördast, sko. Já. Og ég
keypti inn vegangarn og við vorum að prófa okkur áfram og gera alls konar. Ég átti það örugglega í 2-3 ár áður en við komumst niður á okkur aðferð sem okkur hugnaðist að nota og við töldum vera nógu góðan árangur til þess að við getum sett bara nafni okkar við þetta. Já. Þannig að það voru fullt af pröfum, fullt af mistökum, alls konar sem maður gerir og endanum fundum við okkar leið. Já, en er það ekki líka svolítið partur af þessu? Lendir ekki alveg í því að þú ert með eitthvað ákveðin lit í huga, blandar eitthvað og það kemur alls ekkert út? Þér finnst þetta bara ekki fallegt? Jú, algjörlega. Og ég á alltaf bara hauga á alls konar sem eru bara pröfur, þú veist það maður er að gera alls konar og það kemur nú fyrir að það gringar aðeins á þeim haug þegar mannun mín með oppiður en það er oft bara, ég á bara haug þarna og ég nota hann mikið í það er komið nýju litir, ég prófa bara aðeins deppa á það og svona áður en ég fer kannski fyrir að lita eitthvað stórt prófa að segja áfram. Ég meina eins og að þú veist þegar ég er að pröfa eitthvað nýtt munstur þá reki ég það bara upp en þú getur kannski ekki litað upp á nýtt. Það er náttúrulega hægt að lita yfir, en það sést alltaf í gegn. Þannig að ég hef vissulega gert það fyrir sjálfa mig. Þegar ég er að, þú veist, ég liti eitthvað mér finnst það ekki fallegt, ég kannski liti eitthvað yfir það og síðan nota ég það gatt sjálf. Já. En það gatt erum við ekki að selja frá okkur. Nei. En stundum erum við að gera þetta svona viljandi. Að lita og lita yfir. Ég hef séð að sumir litarar kalla þetta að svona glassera eða svona að þá litum við einhvern lit og svo setjum við annan liti yfir til þess að fá einhverja ákveðna áferð. Öðruvísi lúk. Já, þannig að þá erum við líka það er náttúrulega ein aðferð sem hægt er að nýta og ég veit að til dæmis þeir sem eru með svona plöntu eða svona náttúruliti eins og ég held að sé rosa margir í sem er tengdir Þingborg sem er að lita svona með plöntulitum og þá eru ofta að lita kannski og fá lúpínu eða eitthvað og nota síðan annað efni og þá fá þeir allt annað lit. Svona svipuð pæling bara. Já. Mér er svo áhugavert að lúpínan verður oft græn. Já. Það finnst mér alveg magna. Hvernig til dæmis, ert þú að nota svona náttúrulega liti? Er þetta allt svona þessi sýru? Þetta eru þessi sýru litir, sem ég er að nota. Hitt finnst mér rosalega heillandi. Já. Ég hef ekki fundið tíma til þess að hella mér út í það. Mér langar það rosalega mikið. Já. Það er alltaf á döfinni en akkurat núna þá eru verkefnin æðimörg og mikil þannig að við hefum ekki dæmt okkur í það. Ekki en þá? Nei. Er þetta full vinna hjá ykkur? Er þið að sinna ykkur öðru líka? Sko maður minn er í fullri vinnu, hann er smiður á mennt og er að vinna sem verkstjóri á nokkrum verkum núna. Allt frá, ég held hann sé með eitt verkefni á Hellu og svo er hann með í Hveragerði, hann hefur verið með Þorlákshöfn og það sem er lengst í burtu frá okkur núna er Borgarnes og þetta er hann að rúndum á milli á daginn. Ég sinni þessu og svo er ég náttúrulega bara að sinna fjölskyldin okkar, börnunum, við eigum eitt svona sérþarfabarn sem að fyrir mikill tími að sinna bæði læknisheimsóknir og annað þannig að ef ég væri eitthvað staðar í fastri vinnu þá held ég væri nú ekki vinsælasti starfskrafturinn. Nei, ég skil þig. Nei, þá er náttúrulega bara draumur að geta verið bara í sínu. Já, það er náttúrulega, maður minn hefur bara séð til þess að ég hef bara geta svolítið haft þetta eins og ég vil. Já. Og er það þá ekki svona eftir kannski erfiðan dag eða einhverja áskorun yfir daginn að geta bara farið út í bílskur og farið í eitthvað svona flow? Jú, það er bara aðeinslegt sko. Já. Bara að setja góða hljóðbók eða tónlist í eyrun og bara og fara, Hvernig færðu líka innblásturinn af þessum litum? Er þetta alltaf með sömu svona grunnana eða ertu hvernig?
Það er allur gangur á því. Oftast er ég að finna einhverja liti í náttúrunni. Þannig að eins og í símanum mínum þá er bara til fullt af myndum bara af einhverjum trjám eða girðingu, bara gangstyttinni á leiðinni, með börnin í leikskólana því ég sé eitthvað svona laufblöð eða eitthvað, bara maður sér eitthvað liti og það kviknar eitthvað hugmynd. Stundum hef ég fengið fyrirspurnir með eitthvað ákveðna litasamsetningar og maður náttúrulega reynir að verða við því. Svo fannst mér mjög gaman þegar að Gaddbo Eddu var, þá fékk hún okkur sem að voru að selja hjá hann í búðinni til að taka þátt í verkefni sem að hún kallaði tilraunaeldhúsið. Okay. Þá sendi hún okkur myndir og stundu og við lituðum eftir myndinni alveg. Ekki bara, ég tók það bara þannig til dæmis stundum að þá svona nánast teiknaði ég á gatnið eins og myndin var. Ég man eftir að til dæmis var tilraunaeldhúsið 10, 11, 17 eða eitthvað og þar var einhver himinn og það var einhver steinlögn og svo voru einhver bleik blóm og eitthvað svona og ég setti litina á gatnið eins og myndin kom fram og þannig að það eru alls konar hugmyndir sem maður fær. Stundum hlusta maður bara á tónlist eða einhverju bók, til dæmis, við vorum á tímabili með sokkaklúbba til dæmis og þá kom venjulega svona 1 í mánuði og þá höfðum við alltaf þema á þeim. Fyrsti var X-Files og hann var rosa vinsæll. Síðan prófuðum við vorum með held ég Önnu Grænuhlíð, við vorum með Bridgerton eitthvað tíman, við vorum með Outlander og það bara svona svolítið Já og það sóttu við bara svolítið í eins og í Outlander þar ertu með þessa svona muskuliti og náttúrunni og fötin þeirra öllur einhvern svona þannig að þá drómaður einhvern veginn bara svona hugmyndirnar frá því scenariói, þessum þáttum litapalettinni. Á meðan að til dæmis X-Files að þá man ég eftir að hafa tekið bara svona stillimynd úr held ég hvort það var introið eða eitthvað og þar kom rautt og grænt á svona svörtum grunni og þá var liturinn svartur í grunn með svona eldrauðu og svona eitugrænu eitthvað og spooky. Já. Það kemur alls staðar frá. Og það er svo gaman hvað það er að koma frá mismunandi einmitt að finna bara bæði að horfa kannski á þátt og sjá litapalettuna þar og svo bara eitthvað gangstéttina bara laufblöðin eru svo flott í svo rúin í horninu. Já, nákvæmlega. Það er eitthvað og svo verður það bara ótrúlega fallegt gatn og svo sér einhver annar gatnið og bara þetta verður ótrúlega flott sjal fyrir ömmu eða þú veist. Já. Og finnst þér ekki gaman að sjá þegar fólk sérð þú veist, þegar þú ert í bónus bara heyrðu, þetta mitt gatn. Stundum get ég séð það. Er það ekki gaman? Það er mjög gaman og það er mjög skrítið. Það er alveg ofboðslega skrítið að sjá hvað sem þú hefur sjálf gert bara hjá öðru fólki. Þú hlýtur að upplifa það líka með uppskriftirnar þínar. Finnst þér ekki skrítið bara að fara út í bónus og það er einhver í peysu bara með munstri eftir þig? Mér finnst það svo gaman sko. Já. Ég fór á Kaleo tónleikana í fyrra. Já. Og ég sá bara 4 í uppskriftum, eða í peysum eftir minni uppskrift. Ég var alveg bara, mér finnst það svo gaman. Það hefur verið æðislegt. Ótrúlega gaman. Þannig að það er náttúrulega svo auðvelt að spotta það. Já. En þú kannski, ég meina þið eru núna, ég veit ekki nákvæmlega hversu margar, en þið eru alveg mjög margar á Íslandi að handlita sem svo ótrúlega gaman, en þið eru líka með mjög ólíkan stíl. Já. Þannig að þá er kannski auðveldra að spotta. Já, þegar maður er búin að vera í sig svona smá tíma þá sér maður oft bara svona kemur manneskja í ykkur og bara ég var að prjóna þetta og maður hugsa bara þetta er litur eftir Salome alveg pottet eða þetta er litur eftir Anna Fanny maður sér svona stílinn stundum en ég menna það er ekkert algilt. Nei, kannski ekki. Það er náttúrulega að koma eins og í þessu svona trend og tískur eins og í öllu öðru. Já. Þannig en einmitt gaman að sjá samt.
sitt, að þú ert með mjög skemmtilega liti. Ég mitt hérna, það sem ég að pröfa, Mohair Fluff. Já. Þetta Simply the Best liturinn. Já. Mér finnst hann ótrúlega skemmtilegur. En ég sé mitt, það rosa mikið uppselt. Þetta vinsælt? Þetta rosalega vinsæll grunnur og þessi litur líka, já, algjörlega. Það það eru svona vissi litir sem bara koma og þeir bara yfirleitt hverfa. Já. Og hinga til hefur það mestuleiti verið til dæmis litur sem heitir Móðurjörð hjá okkur. Og ég fekk svona hugmyndina á honum þegar ég keyrði í gegnum Þrengslin einhvern tímann eftir mikla rigningu og það svona græni liturinn á mosanum var eitthvað svona einstaklega juicy í þessum svona birtu skilyrðum og fekk þessa hugmynd og ég prófaði mig áfram og með alls konar liti og svo datt ég niður á blöndu sem ég fannst akkurat það sem ég var með í huga og það mitt litur sem bara rosalega oft uppseldur. En svo komið með þennan þá gerði svona þema ég vildi að hverju ári ekki komið sérstætt þema fyrir þetta ár samt. Okay. En ég hef gert til dæmis eins og þessi litur var til í bara í ykkur svona 80s flippi. Okay. Þá fór ég að hlusta bara rosa mikið á 80s lög og ég gerði nokkra neonliti. Þú veist, við erum með liti sem heita til dæmis Push It eftir laginu og Take On Me eftir laginu og þetta náttúrulega bara Tina Turner, Simply the Best. Þetta kemur til manns bara alla mögulega vegu, sko. Já, mér finnst ótrúlega gaman að heyra það einmitt að kannski ykkur bæði kannski tónlist getur gefið bæði kannski í hugmynda ykkur með litum að því að nú var 80s mjög sérstakir litir en líka einmitt nöfnin og þá var svo gaman að muna mér finnst ógeðslega gaman með uppskriftirnar mínar að hugsa oft svo þegar eru komin nokkur ár einmitt að muna, ég var einmitt að keyra heim þegar þessi hugmynd kom í hausinn á mér. Akkurat. Mér finnst það eitthvað svo gaman þannig að það svo magna hvað þetta kemur á mismundi hátt til manns. Algjörlega, það gerir það sko. Þannig að, en já, ég sjúklega spennt fyrir þessu og þessi, að því nú hef ég aldrei pröfað handlitagarn áður og þetta svona fyrsta, og þá þetta mjög góður litur til að byrja ef maður mér finnst nefnilega við handlitagarn, þá finnst mér svo oft erfitt að ég get ekki stjórnað hann. Nei, akkurat. Það sem að svona, hvað segir maður, þú veist, litabreyturnar kom inn. Já. Ég ræða ekkert hvar þær kom inn. Nei. Það náttúrulega svo það sem að sko, já, þegar að fólk byrjar að prófa handlitagarn, að það því finnst oft erfitt að sjá að það tekur eina hespu og prjónar henni og svo tekur það næstu hespu og hún kannski einhvern veginn allt öðru sig þegar byrjar prjónar henni. Það bæði það góða og slæma í raun og veru við handlitagarn. Þannig að það sem að ég held að flest allir bæði litarar og þeir sem að prjóna mikið úr handlitagarni segja að vera með 2 hespur í gangi í einu og prjóna svolítið svona til skiptis. Já, ok. Því að þá deyfur svolítið út ef það skildi koma eitthvað svona litapollar ef það kemur eitthvað áberandi meira blátt í einni hespu heldur en að vera í hinni ef þú svissar alltaf bara prjónar einu fyrir hér og einu fyrir með hinni hespunni að þá ertu svolítið búin að dreifa úr þessu og koma í veg fyrir svona leiðinlega litunarskil en það ekkert allir sem nenna þessu. Nei. Og ég hef gert það bara viljandi að hafa sumar pröfurnar sem ég kem með, sumar peysurnar, þá hef ég bara viljandi prjónað fyrst úr einni hespu og svo annari, þannig að fólk sjáu það bara. Já. Þó að þú sést með 2 hespur hlið við hlið og það lítur út alveg eins, þá getur önnur verið dekkri en hinn. Einmitt. Að því að við náum ekkert alltaf að stjórna litnum heldur og þetta ekki versmið framleitt, þetta handgert. Nákvæmlega, og það getur verið svona eitthvað inni eins og einmitt hérna. Svona
Fyrst þegar ég sá þetta væri alveg bara, Já. ok. En svo finnst mér þetta bara svolítið flott. Já, þetta það sem að svona handlitin gerir. Þarna hefur liturinn að einhverju ástæði binst meira þarna við. Þú veist, Já. kannski hefur þessi hespa verið efst í pottinum en neðst í pottinum eða þú veist, einhverju ástæði hefur liturinn leita meira þarna og það sko flestir sem að nota handlitakall mikið, þeir eru að leitast eftir þessari hreyfingu. Já. Eftir þessu svona óvænta, þú veist, svona pínu spenna einhvern veginn. Einmitt. Af því að þú veist, nú erum við búum í samfélagi þar sem allt er rosa mikið, bara svona fyrirsjáanlegt, þú veist, oft. Og þegar þú ert að prjóna, þá getur verið rosa gaman ef að þú veist, gatnið hvetur þið áfram. Já. Eins og margir sem að hafa prófað sjálfmynstrandi gatn. Já. Þeir tala að þú veist, að ég verð alltaf að gera eina rendi viðbót, það er svo gaman að sjá þetta breytast. Einmitt. Já, það er bara rosa gaman að sjá breytuna og breytan sé ekki alltaf svo sama. Já, það er engin regla í henni. Það er engin regla. Ég hef bara lúmst gaman að því að það sé ekki alveg eins. Og í mínum huga er ekkert fullkomið og mér finnst alveg ofboðslega gott að minna okkur á að við erum ekki fullkomin og það er ekkert fullkomið í okkar heimi. Og þú getur farið út í búð og þú getur keypt peysu því að finnst hún alveg fullkomin. En þú veist, þegar þú kemur heim og ferð að skoða hana, þá er hún ekkert fullkomin. Nei. Og það sem við gerum sjálf, við getum að sjálfsögðu gert okkar besta. En mér finnst líka bara mjög aðdánavert þegar fólk segir, þú veist, að það sem það gerir er ekki fullkomið og jafnvel setur eina vitleysu í hvern hlut af því að það segir að bara við erum mannleg. Ég heyrði það fyrst hjá henni Söndru Karls. Hún sagði mér frá held ég að amisfólki gerði þetta. En nú er maður fyrir að sjá að þetta er miklu meira bara hjá alls konar fólki. Ekkert endilega eitthvað trúið fólki, heldur bara fólk leifir sér bara, þú veist. Einmitt. Og ég held að það megi til dæmis rekja það til á mínum mati. Nú er ég bara að tala út frá sjálfur mér. Þegar við sjáum mér fannst sjá prjónaheimin svolítið breytast til dæmis þegar að Stephen West kemur fram. Nú kemur hann með alveg svona nýja hugsun einhvern veginn, þú veist, með sjölinn sín og þau eru bara svona einhvern veginn. Þú veist, þau eru ekki byrja á einum stað og auka út jafnt í báðar áttir þangað til þú komið með sjál eins og þetta típiska íslenska kannski sjál myndi vera. Heldur, þá er hann, kannski gerir bara bút A og hann er bara í garðaprjónu og síðan gerir við bút B og hann er kannski bara kaðlaprjónu í einhverjum allt öðrum lit og sjálið er kannski ekki samhvert heldur og hann hefur jafnvel sagt sko að þó að þó að lykkjufjöldin standist ekki, það bara býrði til einu auka lykki, það tekur saman og það er allt í lagi, bara haltu áfram og bara leyfðu mistökunum að vera og bara gerði þetta að þínu og mér finnst ofboðslega gaman að sjá að fólk er meira og meira farið að fara í þessa hugsun, þú veist, það þarf ekki alltaf að vera svo rosa fullkomið, það er allt í lagi bara, þú veist, þú veist með auka lykki, taktu það bara saman, þú þarfst ekki endilega að rekja upp alla peysuna. Já. Þannig að mér finnst það mjög jákvætt og ég held að það hafi svolítið opnað þennan prjónaheim fyrir mörgum eins og til dæmis ég man bara þegar ég byrjaði að prjóna, þú veist hvað þetta var ofboðslega eitthvað stíft og þú gerðir þetta bara nákvæmlega svona og það var bara þetta gatn í boði og þú veist og það var ekki svona mikið úrval og það voru flestir með þú veist gráu plastprjónana með snúrunni sem var bara föst í einhverju svona alveg sama hvað þú veist reyndir að beglana og núna ertu bara komið með einhverja geggja að prjóna og getur prjónað á nákvæmlega því sem þú vilt og þú veist, þú getur sest niður og byrja bara að gera eitthvað. Ég til dæmis fæ alveg oft ofboðslegan innblástur af henni nöfnu minni
vinkonu minni, Ásdís Jónsdóttir, hún til dæmis, hún sogast oft bara ekkur gatni og gerði það í einni prjónaferð og keypti sér alveg ofboðslega svona bölki þykkt gatn og svo bara, mér langar að gera þetta og hún heklaði berustykki á peysu og svo tók hún allt hana gatn og prjónaði neðri hlutan og peysan geggjuð hjá henni. Okay. En hver hefur gert þetta? Þú Já, veist, einmitt. ég hef aldrei séð þetta gert áður. Nei. Mér finnst bara æðislegt að fólk bara hefur sjálfstraustið, bara viljan, getuna að prófa og þú veist, kannski prófaru og kannski mistekst, kannski þú veist, gengur þetta upp í fyrsta, en þú veist, þú leifir þér að prófa og þú skellir þér á þetta og það er það sem er svo gaman. Já, og þá er það ekki mitt eins og allir aðrir í, þá er það svo uniquely þitt. Já, og bara leyfa hugmyndunum bara að flæða og verða að veruleika. Mér finnst það æðislegt. Ég held að sé alveg svona mjög svona djúpur skurður á milli að annarkvort ertu hérna megin og alveg þarna eða hinu megin. Ef ég get alveg ímynda mér einhver er alveg bara gæti aldrei. Jú, sem eru kannski eitthvað stærri miðinni. En ég held að þetta sé svona kannski, já, maður getur sagt svona prjónaróf, þú veist, hvar er maður, sumir vilja alveg bara fylgja og kannski ef maður er að byrja, en samt ekkert endilega. En já, að ég var að mynda að tala hérna við, ég man ekki í hvað þætti það var þegar ég var að tala með Tinnu að Hera hjá Flóðufjöru, hún var með eitthvað námskeið og bara svona peysa í flæði og hún er mitt bara, guð, og það væri óþægilegt sko, eða þannig að ég held að sé alveg mjög margir þar líka, en svo eru mjög margir sem að eiga erfitt með kannski að fara eftir uppskrift eða hafa þetta svona beint og vilja þetta frelsi einhvern veginn og þá er svona alveg bara hendar þeim ótrúlega vel. Já, mér finnst þessi hugmynd til að sjá Heru alveg æðisleg. Mér finnst þetta bara geggjað að bjóða upp á þetta. Og það er náttúrulega það sem að prjónaheimurinn á að gefa okkur. Það er frelsi til að vera það sem við erum, hvar sem við erum. Já, og skapa bara það sem þú hefur í huganum. Og þú veist, kannski langar þig bara að nota eitthvað ákveðið gatn og þú veist, kannski fílaru einhver ákveðna uppskrift eftir einhver ákveðna höfund og þú gerir það og það er bara æðislegt. Kannski ertu með svona nýjungagetni eins og ég er með það og þú veist, ég er alltaf að prófa eitthvað nýja hönnuði og nýtt eitthvað og ég sé eitthvað og ég bara verða að fitja upp og prófa og gera eitthvað nýtt og nýtt og nýtt, þú veist, það er ekkert rétt og rangt. Nei, alls ekki. Þú veist, ég til dæmis, maður heyrir svo oft fólk tala niður til einhverja því að það noti bara snobbgarn hefur maður heyrt, eða bara akrílgarn, eða bara lopa. En ég meina, við höfum bara öll okkar tilveru rétt, við höfum öll jafna rétt til þess að gera það sem við viljum og að sjálfsögðu bara, ef þú finnur hvar þitt comfort zone er í þessu æðislega áhugamáli, að þá ferði þangað og þú bara nýtur þín þar. Algjörlega, og það bara skiptir engum máli hvað öðrum finnst, maður bara að blómstra í sínu. Já. Og þetta er líka, eins og, þú veist, og kaupir kannski einhverju uppskrift, þú þarft ekki að fara eftir gatninu, þú mátt finna þitt eigið, þú mátt líka breyta, maður sér stundum kannski inn á okkur svona síðum, hvað er uppskrift af peysu með rúllukraga? Þú mátt bæta við rúllukraga á hvaða uppskrift sem er. Þannig að það er svo margt sem maður getur bara gert einhvern veginn eftir sínu höfði. Algjörlega. Og mér finnst það frábært á til dæmis eins og að Nanna í Knitable er að gefa okkur, þú veist, vettvang þar sem við getum farið bara með okkar hugmyndir og búið til uppskrift, þú veist, fyrir allavega, ég gæti ekki skrifa uppskrift, mér finnst það eitthvað alveg ótrúlega óyfirstígalegt og ég bara skil ekki hvernig fólk fer að því, en þarna get ég sett inn, þú veist, já, ég vil fá svona peysu og það kemur ykkur uppskrift. Já. En svo get ég kannski tekið hana eitthvað hans lengra með að breyta og fá okkur hugmyndir einmitt, setja rúllukraga og eitthvað. En ég get ekki hugsa bara, já, ég ætla að fitja upp 120 lykkjur og prjónanúmer eitthvað, þú veist. Nei. Það er bara, það er ekki fyrir mig. Nei, og ég held að það sé eitthvað sem stoppa mjög marga sem eru kannski með ótrúlega flottar hugmyndir að kannski uppskrift. Að það er einmitt þessar stærðir. Já. Af því að það kannski,
margir kunna að gera á sig, en svo ætla að gera fleiri. En hún sagði hérna í þættinum, síðasta þætti, að það má nota tölunar Já. fyrir eitthvað sem með hugmynd. Já. Þannig að hérna, Ok. þannig að það og maður þarf heldur ekki að nota, það má nota grunninn hennar og gera það svo að sínu, nota tölunar. Já, akkurat. Maður getur hjálpað mann alveg helling. Já. Þannig að þetta er bara, ég einmitt 100% mæla með þessu tóli, þetta er bara algjör, Já, bara algjör skull, stórkvæslegt. virkilega sko. Þannig að, en hvað finnst þér, nú erum við einmitt búin að, ég bara sé líka, það er svo gaman að tala við þig, því ég sé alveg bara svona hendurnar fór hreyfingu og þú eru alveg mikla svona ástriðu fyrir þessu. Já. Hvað er svona þitt uppáhaldsgarn, úr hverju finnst þér skemmtilegast að prjóna og hvað finnst þér skemmtilegast að prjóna? Ó, það er stórt spurt, sko. Það er, ok, akkurat núna þá myndi ég segja að mér þætti skemmtilegast að gera peysur og ég er búin að vera í algjörum svona peysuham örugglega núna í 2 ár og ég er búin að prjóna alveg fáránlega magna af peysum bæða mig og börnin mín. Það er það sem ég prjóna allavega mest á mig og svo á tvíburuna okkar sem eru að vera 5 ára og þau eru ennþá nægilega lítil til þess að vera ekki mikið að kvarta. Já, það er bara í þessum þú prjónar. Já. Þannig ég nánast setti bara í það sem að mér dettur í huga að gera. Já. Uppáhalds sko gatnið að blandan. Ég prjóna langmest úr einhvers konar merino og móheri saman. Mér finnst mjög skemmtilegt efni sem maður fær ef maður blandar því tönnu saman. En samt finnst mér alltaf skemmtilegast bara það sem ég er að gera hverju sinni ef ég er að prófa okkar nýtt. Eins og núna þá er ég að prófa í fyrsta skipti að prjóna úr 100% Mulberry silki. Hvað er það Mulberry silki? Það er bara silk sem ég pantaði einu sinni óvart. Ok. Ég ætlaði að panta eitthvað allt annað og maður þarf að setja inn svona ákveðin númer og þegar maður er viss þreyttur og ábætt sem að sofa takmarka á nóttunni. Og þá stundum er maður svolítið svona tæpur þegar maður er að panta og það hefur alveg gerst oftar en einu sinni. Og eitt skipti pantaði ég þess að silki, 100% silki og og ég var bara, þetta er eitthvað svona, veit ekki alveg, prófaði að lita, það kom bara æðislega útlitað og svona aðeins búin að gera einhverja pröfu og mér fannst pröfan æðisleg. Datt svo niður á uppskrift sem ég held að heiti Forest Weave. Gæti verið, hvort hún sé eftir hönnurinn heiti ekki Yumiko Alexander, hún er prjónuð svona frá hlið til hliðar, þú veist, hún er ekki prjónuð upp eða niður. Og það eru svona risakaðlar og akkurat núna finnst mér þetta bara mest spennandi sem ég er að gera. En í síðustu viku var ég að prófa til dæmis í fyrsta skipti gatt sem ég keypti á Ítalíu. Af því ég var í prjónaferð á Ítalíu og þá fannst mér það mest spennandi sem ég prófað. Þú veist, þannig að það er allir gangur að því. Þú veist, þegar maður finnst þetta virkilega gaman, þá er gaman að prjóna úr flestu. Já. Það sem mér finnst ekki svona persónlega leiðilegast að vinna með er akryl, af því að þú veist, ég sjálf ekki drosa hrifin af áferðinni. Nei. En ég meina, þú veist, það er allt þú veist, það er svo misjafnt hvað uppskriftir kalla á og hvað maður vill nota hverju sinni, þannig að já, ég myndi segja að það er rosalega erfitt að svara spurningu hvað er skemmtilegast eða best. En akkurat núna, þá er ég rosa hrifin af silkinu. Já. Og það er eitthvað sem þú ert að selja? Já, við eigum svona smá af þessu til sölu alltaf. Svo til dæmis hefur mér þótt mjög gaman að prófa nýjar eða prófa vegangatn eða plöntu gatn úr plöntu trefjum. Það kom skemmtilega óvart en og svo þetta móher, mér finnst það rosa skemmtilegt, ég er búin að gera nokkar flíkur úr því líka. Já. Þannig að þú veist, það er bara hvað maður er að gera hverju sinni.
það er svo gaman að það sem akkurat maður að gera þannig þegar maður bara svona maður bara trillast yfir því hvað þetta er skemmtilegt það er náttúrulega bara besta tilfinning ever Já, ég fæ eitthvað svona bara Já. og svo bara get ég valla að hugsa því mér langar bara svo að fara og bara prjóna og það er eitthvað svona leiðinlegt sem kallar á manni sem maður þarf að setja í uppþvottavél eða þvottavél eða fara út að labba með hundinn og mann langar bara að vera inn að prjóna þannig að það er alls konar já Það er erfitt en samt svo góð tilfinning. Já, og það er svo æðislegt. Kemst inn í svona eitthvað flow. Já, þegar maður getur svo sest niður eftir allt þetta. Það er svo ótrúlega svona mikið hleðsla og bara alveg dásanlegt sko. Já. En sko þetta er mjög gaman að prjóna úr sem óher fluffi. En guð minn góður ég held að vera leiðilt að reykja plötulba. Ég nefnilega gerði prófæstupröfu ótrúlega ánægð með mig og svo að því ég er smá svona stressuð hvort þetta sé nóg í peysuna mína þá ákvað ég að rekja henni upp og ég var sko svona 3 sem lengur að rekja henni upp heldur en að prjóna hana ég er búin að passa mig að gera enga villur af því ég ætla ekki að rekja þetta upp okay. En þegar maður er að prjóna úr móheri og þarf að rekja upp þá er mjög gott að henda því bara í frystin í smá tíma Er það? Já Og virkar Það á að vera bara miklu auðveldara að rekja upp og já þeir eru búin að setja í frystin og líka ef þið finnst móheri gefa mikið hárum þú veist búið með flíkina veist, og það hárin límast á bílsætið þitt og allt þetta hendur bara flíkinni inn í frysti í svona sólarhring bara svo bara með hann út og hrista hana hressilega og það losna þessi hár svona allavega mikið af þeim ég ætla ekki að lofa því að það verði ekkert að hárum sem gefur af sér en það verður tölvöst minna Ok, ég ætla að pröfa það Ok, alltaf að læra eitthvað nýtt Það er nefnilega skemmtilega að vinna heim maður er alltaf að læra eitthvað nýtt það er svo gaman og þetta er svona mjög stór kannski hvað við segja minn þægindar að mig mjög lítill í prjónuna því ég er náttúrulega bara búin að vera í lopanum þannig að mér finnst ég alveg vera ég er alveg að taka svolítið stór skref að pröfa þetta Já, algjörlega og það er alveg svona, það er allt öðruvísi en sumir, veist, ég til dæmis mér finnst svo gott að bara setjast niður og prjóna bara bókin stundum er ég ekki einu svona hlusta eða horfa heldur er ég bara það er geðvegt, þú veist, bara hliðið mig alveg svakalega á meðan sumir, kannski einhver annar er bara guð minn góður hvað þetta er leiðilegt að prjóna bara beint af því þá vilja þau vera að læra eitthvað nýtt og vera veist, í ykkur svona munsturprjóni eða ykkur svona með ykkur áferði eða köðlum eða eitthvað þannig að það er svo rosalega mismundi hvað viljum taka út úr þessu og ég heyra að þú ert svona mjög nýðingagjörn Ég er það sko en ég hef alltaf nokkur verkefni í gangi að því að stundum þá þarf ég bara að ég halda að prjóna eitthvað sem að er þú veist heilalaust bara svona eins og prjóna búkin og þú ert bara að prjóna slétt og þarft ekki að hugsa neitt stundum er það bara nákvæmlega sem maður þarf og stundum þá bara þarf maður að fá eitthvað sem þú þarft að hugsa og þú veist, finna út úr þú kannski stoppi verkefni og þú tekur 1-2 daga til þess að hugsa bara hvernig leysi ég þetta þú veist, og svo bara allt í henni kemur það ding, þú veist þannig að mér finnst það svo gott að hafa mörg verkefni bara með við hvað þú veist mig vantar hverju sinni svona mismunandi krefjandi já, ég nefnilega svolítið ofta lendi í því að sérstaklega ef ég er ekki með tilbúinu öskrift sem ég ætla að gera þá verð ég bara svona pirruð því mér langar bara að setja niður og prjóna ég var með droslega lengi að koma mér í þessa af því ég þurfti að hugsa svo mikið en þá sló ég þessum prjónfestupröfunni inn á Knitaból og þá þurfti ég ekki að hugsa, þá gæti ég bara sest niður og byrja að prjóna. Snild. Það alveg bara svona létti manni þann höfuverk og nú getur líka bara treyst í að þetta málin verða rétt. Algjörlega. Þannig að það er þetta er svo ég er einhvern veginn kannski bara allt og mikið föst í mínum þægindarhring og þetta er alltaf fyrsta skrefið mitt. Ég á alveg eitthvað gatninn í skáp sem að ég keypti á Garnival hann frá Vassnes eitthvað Highland wool. Já. Ég hef
Ég er kannski líka ofvoksa verkefni í það, að því ég keypti bara 2. Já. Ég held að það passaði við eitthvað annað móhær sem ég hafði keypt frá henni, en það er mjög mikill litamunur. Ok. En svo er líka, maður hefur séð, eins og það er Ásdís, hérna Prjónadís á Instagram, Prjónadís71. Já, Ásdís Emilía. Já. Já. Þegar hún kom inn til mín, maður er alltaf að tala um Instagram-nöfnin, það er svo fyndið. Hún var í peysu, ótrúlega flottur peysu, þar sem hún var með sikkurt litin þegar hún með 2 þræði. Já. Það getur oft komið ótrúlega vel út, en þegar maður kann það ekki, hefur ekki pröfað það, þegar maður þarf bara svolítið að pröfa sig áfram. Já. Peysan sem þú ert í til dæmis, Já. hvað er í þessu? Þetta er gatt sem við kallum slöpp. Slöpp? Já, slöpp, S-L-U-B. Þetta er í raun og veru bara það sem heilsalinn kallar það. Já, þetta er merino og nælon og er spunni á þann hátt að það eru svona eins og svona hnútar eða skellur hérna inn á milli. Já. Og svo litaði ég það bara og þetta er til dæmis svona bara dæmum flík þar sem ég litaði 3 höspur og ég var ekkert að svissa þeim, þannig að það getur alveg verið ykkur, litamunur sko, en þetta er bara eitt af þessu nýja, sem maður þarf alltaf að prófa. Þetta ekki til dæmis fyrir einhvern sem veit ekki, þá gæti þetta litið út eins og það væri fylgiþráður í þessu. Já. Að það oft breytir svo mikið, því hún er það er svo margir litir í henni. Já. Það er mjög gaman, maður svona veit ekki alveg hvert maður á að horfa. Nei, akkurat. En það er einmitt sko, það sem ég er búin að vera að læra á síðustu árum, að því maður er alltaf að læra eitthvað. Já. Og ég er svolítið, að því mér langaði alltaf bara að prjóna, mér langaði ekkert sérstaklega að fara að læra eitthvað að prjóna tækni, en svo uppgötaði það að ég kannski bara óboðslega sniðugt að kunna það. Já. Þannig að ég búin að læra að meta prjónföstu pröfur síðustu árin, líka bara til þess að prófa litina, til þess að prófa gagnið, til að prófa samsetninguna. Og ég til dæmis fór til Tversteð í fyrra hjá í höfuðstöðum Ísager gassins og þar var hún Helga Jóna sem er kennari í Skals í Danmörku og hún var með námskeið, það voru 4 dagar og hún var að láta okkur gera prjónfestupröfur allan tíman og við vorum bara eitthvað, oh god en svo tókum við alla pröfunar og við festuð það saman og þær eru, svona prjóna tösku í dag sem bara úr prjónfestu pröfunum og það er ótrúlega skemmtilegt og rosa svona uník og það opnaði alveg augun mín fyrir að það finnst ekkert öllum prjónfestu pröfur skemmtilegar en það er hægt að nota þær líka í alls konar. Já, það er það er verða skemmtilegri en maður getur fundið einhvers konar hlutverk eða verkefni fyrir þær. Já. Og ég eiga núna töskuna því þú getur í rauninni eða þú manst þú getur alltaf kíkt á töskuna. Hvað var eftir hérna? Já, akkurat. Þessu blanda. Já. Þannig að það er alveg, svo fór ég nýlega á námskeið hjá henni Nönnu í Nettiból. Já. Þá vorum við aftur að tala bara um prjónfestu pröfur. Já. Og hún var bara, það er hægt að setja inn, prjónastærðina, með að gera göt í kantin og ég var bara blown away. Ég var bara auðvitað, vá hvað þetta er sniðugt, Já. Ótrúlega sniðugt. Þannig að þegar ég kem seinna að pröfunni og man náttúrulega ekkert hvað ég gerði, þá bara getur maður talið út. Mér fannst það stórkostlegt. Já, það er það sko. En eitt sem maður þarf kannski smá að passa sá er að, og ég hef ekki með þetta, ef að það er mikið álag á mér, þá prjóna ég fastar. Já. Þannig að ef maður er kannski í fríi einhvers staðar á tenni, þá er maður rosa laus. Já. Þannig að það þarf að hafa það í huga líka. Þannig að það er alltaf gott að gera þessa prjónfestupröfu. Það er það sko. En svo getur náttúrulega líka logið sko. Þú ert kannski rosa afsleppuð að gera hérna prjónfestupröfu bara heima hjá þér eitthvað svona. Má ekki líða langt á milli. Nei, og svo ertu kannski að fara að gera einhverju seinna og það er allt í voli. Þú veist, Guð má þetta hvað getur gengið á í lífinu hjá manni. Og þú prjónar þetta svona neglinsfast. Já. Það getur alveg gerst. En þetta er alltaf náttúrulega ákveðin svona vísbending. Já. Það er nefnilega, ég ætlaði bara ekki að trúa því þegar ég var í veikindaleifinu eftir burnout, eða í burnouti
versus núna, Já. það er rosalegur munur. Já, á Það voru prjónfestinni. fastprjónaðar. Já. Þannig að ég var bara býtu, og svo ég meira þess að taldi, af því ég var bara, það getur ekki verið að þessu sama leggjufjöldi. Mhm. Og þá bara var það víst. Þannig að, já, maður þarf að hafa það í huga. Já, ég sé það algjörlega, sko. Ég hef til dæmis, ég hef notað prjón rosa mikið til þess að prjóna mig út úr svona erfiðum aðstæðum í lífinu. Til dæmis, hef ég eiginlega alltaf þegar við höfum mist eitthvað nákominn, prjóna mig sjál eftir það. Já. Því sjál, það fyrirgefur svo margt, meir en peysa, þú veist, og stundum er maður að prjóna neklingsfast og stundum lausar og þú veist, þú getur leyftir að taka alls konar gatn og alls konar liti og blanda saman og það er bara svo rosaleg heilun í því ferli. Og ég held að sé bara svo mikilvægt fyrir mann að geta, þú veist, fengið þessa útrás á okkur, fyrir alls konar sem kemur upp á í lífinu og þá Já. er svo gott að þú veist geta gripið einmitt í prjónið en vera saman með verkefni sem að kannski fyrirgefið þér þú veist, stressið og stífleikan sem getur fyllt. Mér finnst þetta frábær punktur, einmitt að vera með eitthvað svona verkefni einmitt sem að fyrirgefur aðeins Já. þegar það er erfitt, af því að já, mér finnst það að því ég er náttúrulega bara að prjóna peysur en svo hefur maður ofta að hugsa bara, guð mig góður, ég verði að reykja þetta upp, það gengur ekki. Þá hefur maður frekar, einmitt, vilja kannski prjóna bara eitthvað sem það hefði ekki skipt máli. Já. Vá, ég hef aldrei hugsað út í þetta. Nú, einmitt, maður er alltaf að heyra eitthvað nýtt og bara heyrði, ég ætla að prjóna þetta næst. Já. Þegar kemur eitthvað svona erfitt. Einmitt, prjónið er svo, og það er svo gott líka, þú veist, bara þegar þú ert að fara á fund, þá til dæmis viltu vera með bara erm eða ból. Já, einfalt. Og svo einmitt, við ykkur svona þegar það er eitthvað erfitt, þá að vera með verkefni sem getur fyrirgefin. Þetta hefur allt svona einhvern veginn stund og stað og maður er að velja bara eftir tilefninu. Já, algjörlega. Það er, og mitt tilefni þarf ekki að vera eins og þitt. Nei. Af því ég man ekki hver það var sem sagði að hún er alltaf með svona þægild verkefni eins og sokka og ég alveg bara, já, ég tengi ekki við það. Mér sokkar ekki þægild verkefni. Þannig að þú veist, þó svo að vinkonaðin segir mig eitthvað, herri, þetta er frábært, þá þarf það ekki vera þín upplifun endilega. Nei, algjörlega. Og mér finnst líka áhugavert þegar fólk er að byrja að læna. Manst þú hvað var það fyrsta sem þú prjónaðir? Já, ég sem sagt, ég átti nú að prjóna ullasokk. Það átti að vera fyrsta sem ég prjónaði í skóla og sjálfsögðu fór ég bara með hann heim og lét mömmu prjóna hann. Já. Mér fannst þetta ótrúlega leiðilegt og eitthvað, skildi ekki neitt í þessu. En þegar ég átti stelpuna mína, þá fór ég á námskeið hjá Storkinum. Já. Og ég prjónaði peysuna eftir Elizabeth Zimmermann sem heitir eitthvað svona baby sweater on two needles eða baby cardigan eða eitthvað og var rosalega ánægð með hana þangað til ég máta hana á barnið þá gekk það ekki alveg en það var svona það fyrsta sem ég gerði og svo fór ég bara heldi mér út í bara alls konar. Ég prjónaði upp úr tinnublöðunum, ég prjónaði upp úr lópablöðunum. Ég var náttúrulega, þegar ég var í skóla og maður minn líka, þá prjónaði ég rosalega mikið fyrir ferðaþjónustuna. Já. Þá var ég að prjóna kannski 4 lópapeysur á mánuði eða eitthvað svoleiðis. Og þannig maður hefur alveg prjónað ýmislegt. En svo bara einhvern veginn dregur þetta mann í ykkur áttir. Já, það er einmitt. Prjóni oft þróast. Já. Það er ekki alltaf það sama. Ég ætla að vera ennþá kannski svona, bara það er bara lópapeysa. Já. En það er svo miklu meira en það. Já, ég var einmitt að googla þessa baby sweater. Mér finnst hún ekki lít út eins og eitthvað auðvelt verkefni sem fyrsta. Nei, en það var ég kennarinn í Storkinum. Hún bara, er þér alvara? Ætlaðu að gera þetta? Ég skil hana með. Þannig að já, þetta var svona
eitt af því fyrsta sem ég gerði, en jú, vissilega. Þú kláraðir hana. Ég kláraði hana og hún var alveg agaleg í laginu, en Og þú hefur þá lært helling. ég lærði helling, sko. Já. Versta við það allt var að ég týndi síðan bókinni á okkur bílastæði og það var rok og hún fauk eitthvað. Æi. Ég náði aldrei að gera aðra. Þannig að Æi. kannski einn daginn þá kaupi ég með nýja bóku. Já. Okay. Og þetta hefur einmitt ekki verið þannig verkefni að því ég held að tengi margi við að sérst prjóna eitthvað eins og bara ég sokkar sem ég prjóna, ég verð bara, þetta er bara hræðilegt, þetta er bara ljótt og mér langar ekki að gera þetta aftur. Þannig að þú hefur ekki verið þar. Nei. Mér fannst þetta, ég fann bara rosa hugaró í Já. gegnum þetta. Mér fannst bara óbúslega gott að hafa eitthvað svona til þess að alltaf bara vera að gera. Því þegar maður einmitt þá var dóttir mín lítil og hún var rosalega gott barn og hún svaf rosalega mikið. Hún svaf rosalega lengi fram eftir. Já. Akkurat núna þá er ég að upplifa hinarliðina en þarna þú veist ég var bara deyju leiðendum í fæðingarorlofi með hana. Hún svaf alltaf til 10 á morgnana. Vá. Já. Og Það er eiginlega bara unheard of. Ég veit það, hún svaf bara það sem barni gat sofið, sko. Og ég var stundum bara alveg deyju leiðendum. Það var rosa fínt að geta tekið bara prjóna og bara, þú veist, fara að gera eitthvað. Ok, þannig þú ert búin að pröfa allan skalan Já. á þessu. Úff. Já, það er bara, já, ég held ég hef aldrei heyrt móður segja henni svona nánast leiði að börnin sofi svona vel. Sem er, Já, kannski að þetta var fyrsta barnið mitt. já, maður hefur Já. alltaf ekki að miða við. það. Nei, svo fekk ég bara aðra gleðigjafa sem hafði aðra áherslur. Já. Klárlega. Náður eitthvað að prjóna þegar þú varst með tvíburana? Nú unga. Já, fyrir mikið, sko. Ég náttúrulega, þau fæðast fyrir tíman, 3 mánuðum fyrir tíman, rúmlega. Og þannig að ég var ekki búin með heimferðarsettið þeirra. Nei. Og ég kláraði þau á vökudeildinni. Okay. Og þeir sem hafa verið á vökudeildi vita að það koma svona stundir þar sem maður hefur ekkert að gera. Já. Bara ekki neitt. Maður situr bara og maður horfir á börnin og í einhverjum hítakassa. En ég kláraði það þar og svo þegar við fórum heim og það fannst þeim báðum rosa gott bara að liggja svona á bringunni á manni og ég sat oft á kvöldin með annan tvíburan og prjónaði og maðurinn minn eða annarkvort eldra barnið sat með hinn tvíburan og já, það gekk algjörlega og svo hef ég svolítið svona bara þú veist þegar allir eru komin upp í rúm á kvöldin að þá er minn prjónatími þá fyrir maður minn yfirlt niður að þoka þá er ég bara eitthvað ein með eitthvað svona þú veist prjóna podcast eða vlogg eða hvað þetta heitir nú allt þú veist, eitthvað bara ein með sjálfur mér að prjóna það er bara geggjað. Já, það er notalega stund vlogdagsins. Já. En þessi þáttur, hann kemur út sunnudaginn sérst á prjónagleðinni. Já. Síðasta daginn á prjónagleðinni. Já. Þú ert að fara að vera þar? Ég verð þar, já. Með bás? Já. Og hvernig svona, er þetta ekki mikil vinna og undirbúningur fyrir svona sýningu? Jú, það er það sko. Það er maður náttúrulega þarf að lita ofbúslega mikið. Já. Raunar bara allir sem eru á þessari sýningu, þeir eru bara fullu að gera alls konar. Ég þekki eina sem til dæmis gerir töskur og hún er búin að vera að gera töskur núna á fullu síðan á Garnival. Já, ok. Alveg bara, þú veist. Einmitt. Og ég er náttúrulega bara að lita og maður er alltaf að vonast eftir að geta búið upp á eitthvað skemmtilegt og eitthvað nýtt. Mér finnst alltaf skemmtilegast. Þannig maður er alltaf svona að höttum eftir eitthvað nýjum grunni eða búið til eitthvað nýja liti og maður vill hafa þetta eitthvað svona skemmtilegt. Svo er náttúrulega pælingin líka sko uppstillingin á hlutunum. Já. Þú veist, við erum búin að prófa ýmislegt í að hvernig við hengjum upp hespurnar eða setja þær í hillur eða þú veist, það er hægt að fara með það í allar áttir sko. Mér var spásringa mjög flottur á Garnival. Takk fyrir það. Ég var allavega seldi með mohair-fluffið. Ég held að það voru bara eitthvað svona 4 dokkur eftir sem voru held í fjólubláar eða eitthvað svona. Já. En það var eitthvað sýnisotnanna. Já.
ég tók í hana og ég á bara hvað er þetta? Já. Ég verð að fá svona peysu. Það er rosaláft þegar við erum á okkur svona sýningum að þá hverfur yfirleitt sjálfmyndsrandi gatnið okkar og Já. móher fluffið, það er yfirleitt það fyrsta sem fer. Já. Og svo er svona tínist úr hinu, en Ok. það hefur alveg gerst að þegar við opnum básinn að þá er fólk að bíða eftir að því það veit að það er bara fái litir til af Já. til dæmis sjálfmyndsrandi og það ætlar bara að fá þennan lit. Já, ég skil. Verði ykkur nýjir litir á? Að fluffinu? Já. Það verður alltaf 9 litir af fluffinu. Ok, ég ætla í biðröðina. Þegar opnar. Ok, mjög spennt fyrir því. Ok, það er, en já, þið farið það bara í að leigja, eða þið kannski eigi bíl, er þetta ekki alveg svolítið, þú veist, þarf ekki að fá ykkur alltaf hjálpaði með þetta, það er að setja þetta allt upp og taka niður og... Sko, að mestuleiti hefur þetta verið ég og maður minn síðustu árin, sko. Já. Hann náttúrulega vinnur sér smiður, hann á vinnubíl, við höfum notað hann í ár að þá held ég er ekki alveg viss hvernig hann ætlar að leysa það núna, en hvort að fara í vinnubílinn eða hvernig við komum því, það er seinni tímavandamál. Já, við hugsaum það svona 2 dögum fyrir. Já. Típískir Íslendingar. Í dag eru 2 vikur þangað til. Já. En þegar við getum hlusta á þáttinn þá verðum við búin að finna út úr þessu, setja upp og bara... Mögulega pakka niður. Já, mögulega. Ok. Þannig að jú, við finnum út af þessu. Það er alltaf eitthvað. En ég allavega hafði fyrir því að leita og skoða og fann mér nýtt sýningar unit eitthvað. Já. Þannig að vonandi verður það komið til landsins á þeim tíma. Það er búið að vera óralengi núna í flutningi. Ok. Sem ég finnst óbúslega sérstakt, en heimurinn virðist vera bara... Já. Já, það er oft svolítið töf þessa dagana á sendingum. Já. Þó það sé nú bara að koma hérna frá vestræna. Já. Já, heimurinn er bara eins og hann er í dag. Jú. Þannig að það er bara að vinna í kringum það. Já. Ok, ég hlakka alltaf að sjá hvernig setupið og hvernig verður. Já. Ég mögulega verði búið með mína og verði jafnvel kannski bara í henni. Sjáum til. Það var ekki geðvægt að sjá það, sko. Já, sjáum til. Ég nefnilega, ég veit ekki hvort þú tengir við þetta, en ég upplifi svo að ég þurfi alltaf að vera að prjóna mitt. Sérst, ef að ég er ekki að prjóna eitthvað sem ég ætla ekki að gefa út, þá er ég ekki að nýta tíman í, mér líður alltaf eins og ég þurfa að nýta tíman minn í að vera að gera eitthvað sem ég geti svo gefið út. Já. Þú þegar þú ert að pröfa garð, upplifur að þú þurfur að pröfa þinn grunn og þitt til þess að geta sýnt frá því eða nærða að svona njóta þess og vera bara svona, ég ætla að pröfa þetta eða hvernig? Það var alveg í svolítinn tíma þá fannst mér ég bara geta gerst úr mínu gatni og ég fann rosa pressu á mér að vera búin að prjóna úr öllu sem við bjóðum upp á og þegar maður er svona nýjungagjatn þarf alltaf að vera að prófa nýja grunna að þá er það oft pínu erfitt. En ég veit ekki hvort það sé aldurinn eða eitthvað en núna þá er ég meira bara svona mér langar að gera þetta og ég ætla að gera þetta. Ég á til pröfur úr flestu gatni sem við bjóðum upp á. Ég reyna að gera minnst að kosti prjónfestu pröfu þannig fólk sjáu hvernig gatni kemur út. Ef ég á ekki til heila flíkur því en mér finnst bara ofboðslega gaman og ég held að sé líka bara gott fyrir mig að læra og skoða og prófa eitthvað nýtt og það er svona eins og til dæmis hef ég verið að fara á prjónhátíðir og ég kaupi mér fullt af gatni og því mér finnst rosa gaman að prófa eitthvað nýtt og bara sjá hvað aðrir eru að gera og þú veist, maður getur ekki fast bara í sínu. Nei, einmitt. Þannig líka færðu kannski innblástur á að gera eitthvað nýtt. Algjörlega. Ok. Já, ég Já, að því oft sko þú veist, kannski veit fólk ekki eða þú veist, leið og fólk sér og getur komið við, þá getur ímyndað sér hvernig þetta kemur út. Já.
Mér finnst til dæmis ef ég býð einhverjum hérna ég skal prjónanda lopapeysu, þá vilja þau oft alveg eins og á myndinni. Já. Af því þau sjá hvernig það lítur út, en kannski er ekki að ímynda sér litina. Já. Það er mjög oft þannig ég get ímyndað sér svipað, þú veist. Ég meina, ef ég hefði ekki komið við þessa peysu á Garnival, þá hefði ég kannski ekki keypt þetta. Nei, algjörlega. Þannig að það er kannski, en pröfunar, það er alveg eins pröfa, maður þarf ekki alltaf að sjá heila flík. Nei, en þú veist, það er náttúrulega alltaf á, sko, listanum mínum. Er að prjóna flík, þú veist. En akkurat núna þá er ég ekki með þessa pressu á sjálfur mér að þú veist, ég leyfi mér að gera eitthvað annað líka. Að prófa eitthvað annað og þú veist, það er svo gaman eitthvað nýtt líka. Já. En mér fannst líka, bara hérna ef ykkur er að spá, þú veist, ég fekk frábæra þjónustu frá þér og ég keypti þetta gat, við erum ekki hérna sponsa en eitt svo leiðis. Að þú veist, ég var með milljón spurningar. Ég var alveg bara, shit, hún var að þreyta mér. Nei. En þannig að það var svo gott að það svara svo öll að því ég var alveg bara svona, aldrei prjónað úr einhver öðru en lopanum, þannig ég var svo mikið að vandrast, hvað ég kaupa mikið og eitthvað svona. Já, það er bara að gera að spyrja. Já. Og hérna, ég held að við séum bara allar hérna til þess að svara. Hvort sem þessi ég eða einhver önnur í þessum bransa, ég held að við viljum bara allar svara fyrir þær spurningar sem að hérna vakna varðandi okkar gatn eða hvernig það er notað og metrafjölda og prjónastærð og svona, við viljum aðstóða, þannig að við reynum okkar besta. Já, af því þetta getur verið svolítið frumskógur þegar maður svona er kannski að byrja og... Þetta er það sko, það líka getur alveg verið frumskógur fyrir okkur. Já. Við erum stundum bara þegar kemur eitthvað nýtt og fólk spyr, ég er eitthvað svona að þetta gat með þessa uppskrift og maður er bara, hvað uppskrift er það? Já, einmitt. Þú veist, maður veit ekki alltaf, en þú veist, ég fletti bara upp og ég kynni mér hvað fólk er að, þú veist, að spyrja út í og maður reynir aðstöðin sem maður getur. Já. Og einmitt, þú ert á Stokkseyri, ég fekk þetta bara daginn eftir með dropp. Já, við reynum það. Við reynum það. Það kemur fyrir að stundum þá kannski eru 2 dagar en það er þá yfirleitt þegar að veikindastatus á heimilinu er slæm. Já. Þannig að en annars reynum við bara að senda þetta frá okkur eins hratt og við getum. Og mér finnst líka bara frábær þjónusta hjá Dropp. Já. Veist að koma... Þeir standa sér mjög vel, sko. Já, að fá bara samdægurs frá... ég var mjög hissa. Já. Það er, sko, núna í gegnum tíðinar, ég held að það sé alveg bara svona 80-90% af fólki sem að velja sér Dropp frekar póstinn. Já. En það er oft sem að, það verðist eitthvað aðeins misfarast með tilkynningar hjá póstinum fyrst mér. Og líka opnunartími kannski, eða reynda postbóksin? Já, postbóksin, þau hjálpuðu með margt sko, en það virðist verið eins og sumar tilkynningar skilir sér bara ekki. Ok. Það hefur gerst, en alls eitt algilt sko. Nei. Þannig að mér finnst mjög margir að vera að halla sér að Dropp, það er mjög þægilegt bara. Já, mjög þægilegt. Já. Mjög. Og mér finnst líka, mér fyndið þegar ég sýndi gæjanum hann þegar voru allt bara svona pókar og þittir í kassa. Já. Hann tók bara strax kassan, hann greinlega hafði afgreitt margar svona pantanir. Já, greiðin, þegar við sendum frá okkur jóladagatalinn og flestir vilja Dropp og maður kemur kannski með, þú veist, ég veit ekki hvað fór með það nægt mann, 20 eitthvað kassa á jóladagatalinn og þeir bara, góður, við getum ekki tekið við þessu. En þeir eru indalegir sko. Já, þetta er frábær þjónusta. Já. En einmitt, þegar nú erum við búin að fara svolítið yfir allt sem eitthvað snýr að Hexax og að vera að handlita svona gat. Já. Er eitthvað svona, við erum kannski aðeins búin að koma inn á það, en eitthvað svona eitt sem það stendur upp úr sem er skemmtilegast? Sko, mér finnst frábært að geta haft tækifæri til að gera þetta með fjölskyldunum minni. Já. Það er kannski svona það helsta að því við erum bara lítil, þetta er bara akkurat núna er þetta, þú veist, ég og maðurinn minn og úlingurinn okkar. Já. Og við erum mestaleiti bara við 3 og það er líka býr til bara dásamlegar fjölskyldustundir þegar við getum verið að sinna þessu svona
Já. og það er óbúslega gaman að fá að gera þetta með þeim. Ég trúi því. Og líka örugglega ótrúlega skemmtilega minningar fyrir úlingin. Vonandi. Já. Vonandi. Hún ætla samt ekki að leggja þetta fyrir sig. Nei, ok. En þá veit hún það núna. Já, akkurat. Og þarf ekki að pröfa það seinna. Segðu. En svo kannski gæti komið eitthvað della seinna. Hver veit? Hver veit. En hvað er eitthvað svona eitt svona, þetta er náttúrulega ekki alltaf bara gaman að reka sitt eigið fyrirtæki. Nei. Hvað myndir svona, hvað eru, nú er Ísland mjög lítill markaður. Já. Hvað er svona kannski erfiðast við að vera að standa í þessu? Og það er náttúrulega erfitt að vera nýr og reyna að skapa sér nafn, af því það eru ofboðslega margir hítuna. Já. Og það þarf svolítið kannski svona að finna sína sérstöðu í þessu, finna hvað það er sem að þú hefur áhuga á og kannski bara er svona að leggja áhersluna á það. Já. Og það er kannski það sem við gerðum, við náttúrulega byrjuðum og við vorum bara rosa lítið fyrirtæki og ætluðum uppalega átti þetta bara var hobby. Já. En þegar við ákveðum að taka þetta eins lengra þá hugsaði ég, að við verðum að hafa eitthvað sérstöðu, við verðum að gera eitthvað sem aðrir eru ekki að gera. Þannig að ég byrjaði að lita Álmistrandi sokkagarn. Og ég man ennþá eftir hvar ég stóð nýbúin að labba út frá litunum pottunum mínum þegar að Edda í Gatbúð hringir bara hæ, ert þú að gera Álmistrandi sokkagarn? Ég alveg, já. Mér langar svo að taka þetta til sölu í Gatbúðinni, ég var bara alveg og var svo spenndi. Já. Og það var eiginlega svona mín leið, þannig náðum við að skapa okkur smá nafn. Ok, og vá hvað gaman einmitt svona. Já. Einmitt að líka muna, ég tengi alveg við að muna, þú veist, hvar á stóðst þegar þú fékkst þetta símtal og bara, vá. Það var alveg geggjað, sko. Og eftir sérst, hún byrjaði að taka þetta inn og svo tók hún inn meira garn og þá fóru aðrar búðir líka að hringja og við fórum að taka það líka í fleiri mörkuðum og svona og þá allt í einu fór fólk að þekkja okkur. Já. Og þá kannski var maður komin á eitthvað svona stað þar sem maður var ekki lengur bara svona einhvern veginn að krafsa sig upp, að maður gat farið að bara svona leyfa sér að skapa og gera eitthvað skemmtilegt. Og njóta. Heldur að vera kannski ykkur harki. Já. Ok. Hvað ár tókuð ákvörðunum að fara bara full on í þetta? Það var 2018. Já, þannig að þið eru búin að vera... Þetta er 8. árið okkar núna. Ok. Ekki? Já. Og já, ég byrjaði svona að fikta þarna 2017-18 og svo fórum við bara að fyllt í þetta þarna 2018. Ok. Geggjað. Ég held að fyrsta svona stóra sýningin okkar hafi verið handverkshátíðin á Hrafnagili 2019. Já. Og það var held ég svona síðasta stóra áður en að COVID skall síðan á og það var það minkalt. Ég held að hátíðin sé núna bara fyrir Eyjafjarðarsvæðið eftir það. Já, ok. En þar til dæmis kynntist ég systrunum í systraböndum. Já. Fanny og Ingu-Lísu og hittum fullt af fólki svona sem man í dag maður þekkir. Já. Og maður kannski bara svona aðeins náði að kynnast nokkrum þarna og það var mjög skemmtilegt og það er alltaf svo gaman koma að kynnist alltaf fleirum og já, það er bara rost dýrmætt. Já, það algjörlega, það er það. En hvernig svona núna eftir 8 ár, ertu með eitthvað svona framtíðasýn, eitthvað draum sem hún var til að sjá Hagsex? Já, við erum alltaf með eitthvað drauma, er það ekki? Já. Við erum náttúrulega að fara kannski, það sem er svona helst á döfinni hjá okkur núna er að fara fyrstu sýninguna erlendis
Við Já. verðum á Fiberfolk í Danmörku í ágúst. Ok. Það finnst mér rosalega bæði ógvíjandi og spennandi. Já. Ég held að veri rosalega gaman og líka verði við að kenna það minnst mjög stressandi tilhugsun. En draumurinn okkar, minn og mannsins míns var alltaf og hefur alltaf verið að stofna sér satt kaffihús með prjónaverslun við hliðina á. Þannig að það er svona eiginlega eitt rými. Þannig að við hefðum svona fullkomna rými fyrir fólk til þess að sitjast niður og prjóna og þú veist, fá sér góðan kaffibólla og já, þetta er svona framtíðarsýnin og búin að vera það lengi. Við vorum að íhuga að taka skrefið 2021. Já. En þá náttúrulega áttu við allt í einu von á tvíburum og svo í fæðingarólunum þá voru stór plönum hvort að, við vorum jafnvel búin að finna húsnæði sem okkur fannst svona, já þetta væri geggjað. En svo kannski tókaði lífið okkur aðeins niður, þú veist, það er ekkit alveg að besta að fara að stofna nýtt fyrirtæki svona með smá börn og... Nei, ekki bæði. Ekki bæði í einu, þannig að hver veit, einn daginn þeir eru aðeins stærri. Já, mér finnst þetta sjúklega spennandi draumur. Þetta er bara, ég er búin að sjá, það er eitthvað svona, man ekki hvort það var í Danmörku eða Þýskalandi. Ég sá svona reel frá okkur og ég bara, guð minn góður, bara því líka paradísin. Að vera með svona kaffihús sem er líka garðbúð og... Já. En hvaðan kom nafnið, Hexex? Það kom frá börnunum mínum. Það? Já. Ó, hvað það er gaman. Við vorum mikið búin að liggja yfir því hvað ættum að kalla þetta blessaða fyrirtæki og þegar að tveir eldri krakkarnir voru yngri að þá fórum við stundum til og afa eins og gerist og á þeim tíma þá voru held ég 3 kvikmyndir sem voru fríar inn á sjónvarpi Símans eða eitthvað á þeim tíma. Já. Og eitt af því var Bibi Blocksberg sem ég held að hafi verið sænsk barnamynd um nornir. Ok. Sem voru alltaf að segja Hexex. Já, ok. Og þeim fannst þetta eitthvað ógeðslega fyndið. Það var alltaf að segja Hexex við öllu mögulegu. Það kom fluga inn í bílinn hjá okkur þegar þau voru bara lítil og þau voru eitthvað Hexex. Ok. Og þegar vorum að velta fyrir okkur nöfnum. Þá var það maðurinn minn sem að stakk upp á þessu og ég bara ægvið fólk á eftir að finnst þetta ótrúlega hallarslegt og hann bara, hverjum er ekki sama? Þetta er bara ógeðslega fyndið og þetta er bara það sem krakkarnir okkur búin að segja öll þessi ár. Og við, já, ok. Vá, hvað þetta er falleg svona tenging inn í bara þetta fjölskyldu fyrirtæki og þetta kom bara frá þeim. Mér finnst þetta ógeðslega kúl nafn. Veistu ekkert Aslan, ég náttúrulega ekki með börn og hef aldrei heyrt þetta áður. Já, ég hef oft heyrt svona, ert þú ekki Hex, Kex, Smex, eitthvað? Ok. Þannig að jú, ég er það líka. Ég skal vera hún. Já. Ok. Já, nei, mér finnst þetta virkilega flott nafn og ótrúlega gaman hvaðan það kom. Já, mér finnst bara ennþá meira kúl. Já, bara svona leyfa þeim að taka þátt, sko. Og það er bara mjög oft sem að ég hef ég hef beðið grátbeðið, ég hef beðið dóttur mína hugmyndir af nöfnum þegar stundu þá er maður fær enga hugmynd gera eitthvað nýjan lit ég hef ekki hugmynd hvað ég kalla hann. Nei. Þá er rosa gott að kalla í dóttur mína og hún bara, já þessi það heita þetta. Maður minn líka, hann tók við og ég var að einmitt að uppfæra heimasíðuna í þriðjudaginn og vorum að setja inn móher með palléttum og ég hafði bara ég myndi þetta ekkert í hug og hann bara já og bjóð bara til nöfn. Okay. Það minnst bara frábært að þau geta bara sett sitt marka á þetta líka. Og það setja svolítið svona sinn stimpil á inn í fyrirtæki. Algjörlega. Það er alveg mjög gaman. Nei, ég tengi, mér finnst það erfiðast eiginlega bara af öllu er að finna nöfn á munsturinn. Það er rosa. Já. Mér finnst það mjög erfitt. Þannig að tengi við það en bara ótrúlega gaman að bara fá þig inn í viðtal. Já, og takk fyrir mig. Já, mér finnst það svo gaman að heyra. Þú veist hvernig þetta er búið að ganga hjá okkur, hvernig þetta byrjaði og bara hvernig þetta er einhvern veginn að reka svona lítið batteri sem er samt ekkert alveg pínu lítið. Þetta er alveg orðið
Já, svolítið flott hjá okkur. takk fyrir það. Þannig að, en ein spurning kannski að lokum, ég, sko, glemdi að biðja þeim að koma með. Spurum alltaf hvað ertum á prjónunum Já, og kannski sendi mig mynda því. já, ég, það sem ég er með á prjónunum, ég, er nú búin að minnast á það. Já, var það ekki? Já, það er silkipeysan sem ég vona að ég verði búið með fyrir prjónagleðina. Já. Ef ekki, þá verður hún örugglega hálf prjónuð bara hangandi í básnum. Já, ok. En já, ég er að prjóna það. Ég er líka að prjóna peysu eftir hana Isabel Kramer úr gatni sem ég keypti á Ítalíu, nýkomin úr prjónaferð á Ítalíu. Og þar datt ég gatt sem fór mér í einhverja gattbúðarna og konan þar er að láta framleiða fyrir sig gatt, sitt eigi gatt. Og það fannst mér bara rosalega áhugavert. Þannig ég keypti það og hún mælti með þessari uppskrift og ég bara fitja upp á því í flugvélina leiðin heim. Okay. Þannig að það er líka prjónunum. Já. Og það eru örugglega svona 3, 4, 5 aðri hlutir. Dóttir mín, þessi yngsta, hún er mjög duglega að biðja alls konar. Hún er til dæmis búin að biðja pils. Það er líka. Ég er alltaf með sokka. Já. Mér finnst mjög gott að hafa eitthvað svona pínu heilalist svona í þegar maður er í bíl og svona. Einmitt. Ok, já, þetta er einmitt svona mismunandi verkefni sem við komum að sinna á þann. Já. Gott að vera með alls konar. Herði, bara já, einmitt, bara það er brjála að gera hjá okkur að lita undir fyrir prjónagleðina, þannig að ég eftir bara enn og eftir takk fyrir að gefa tíma til að koma. Ekki máli, bara gaman að koma. Já, ég bara vona að þið hafi haft gaman að. Mér varst alltaf ótrúlega gaman að kynnast þið betur og að heyra svona hvernig þetta er hjá okkur. Þannig ég bara hlakka til að sjá það aftur á prjónagleðinni. Já. Og vonandi bara sjáum við sem flesta. Ég verð þarna líka með sýnibás. Æðislegt. Þannig að, herði, bara, já, þangað til þá. Já. Já, takk fyrir mig. Nei, ég verð það.